Já, Brynjar, tap í dag, hvernig líður eftir leikinn? Ég bara svekkjandi að tapa. Það var Aftureldingar bara með gott lið og sterkt lið og en enga síður fengum við, þetta var svona jafnræði í fyrri hálfleik fannst mér. Þeir byrjuðu aðeins betur og við enduðum hálfleikinn aðeins betur. Síðan náttúrulega fáum við langbesta færið í leiknum hjá Degi og síðan hefur við skotið slá og síðan svona einhvern veginn missum við aðeins skipulagið og svona tökin inn á miðjunni og þeir komast í fyrsta markinu full auðveldlega svona bara í gegnum okkur og sendi ekki inn í teig og sem við bara verjumst ekki nógu vel. En ennþá í stöðunni 0-1 þá erum við bara inn í leiknum og ennþá bara jafn leikur og allt gat gerst en svona annar markið náttúrulega slær okkur svolítið út á laginu og það er lítið eftir að leiknum. Þessi, eigi að vera meira klínískir þá? Já, við erum bara að nýta færin sem við fáum, nýta þau. Við erum búin að gera það svo sem þangað til í dag, erum við búin að nýta færin mjög vel en við fáum alveg allavega dauða færi áður en Afturelding fær skora sitt fyrsta mark og það vildi náttúrulega sjá fá meira fyrir það. En heilt yfir áður en kemur markinu, ertu ánægður með frammistöðuna hjá liðinu? Já, ég er ánægður með frammistöðuna og vinnusemina og stöðuna sem við komum okkur í voru fínar og varnarlega fram að fyrsta markinu þá vorum við bara búin að vera frekar góðir. Það var svona miðjan hálfleikinn sem við fórum aðeins að vera svolítið fram og tilbaka leikur og þá lentum við í smá vandræðum og svona reynum að endurskipuleggja okkur en það bara tókst ekki betur en þetta. Þessi þrjú mörk sem fá okkur, er það klaufaleg mörk kannski? Manni finnst það alltaf, það sé að koma í veg fyrir þau en já, svona fyrst og annað markið. Þriðja markið er eiginlega bara afleiðing af fyrstu tveim mörkunum og það bara svona kemur upp úr einhverju sem ég man ekki alveg hvað var en það er svona bara, við fáum það einhvern veginn í baki af því að við erum að reyna að sækja leikinn. En þrátt fyrir að þið fá 3 mörk á okkur, þá ert samtalið ánægður með heildina með varnarframmistöðuna kannski? Já, ég er ánægður með frammistöðuna og vinnuframlagið og hugafarið. Það er bara búið að vera frábært hjá okkur og við þurfum bara að halda því áfram. Við hefðum mátt vera aðeins hugaðar í byrjun fyrir hálfleiks en síðan þegar við vorum búin að vinna okkur inn í hálfleikina þá fannst mér við fá bara fína stöður á vellinum og spiluðum ágætlega út úr þeirra pressu og sama það hélt eiginlega áfram í byrjun seinni hálfleiks. Þá vorum við líklegri. Við bara náum ekki að taka færin og þú veist, fyrsta markið í svona leik sem er bara jafn og mikil stöðubarátta að það er bara mikilvægt. En svo fyrir næsta leik, bara hvað er þetta að taka úr þessum leik? Við bara lærum að þessu, það koma stöður sem við bæði sóknarlega og varnarlega gert betur úr og við bara skoðum það. Við erum ekkert, það er svona erfitt að segja svona snemma eftir leik en við bara skoðum það í rólegheitum yfir helgina og förum yfir það í næstu viku.